höldum nú áfram að skoða mólhlutföll í efnahvörfum. Nú tökum við efnajöfnu, til dæmis eins og þessa, þar sem að við erum með vetni og súrefni að mynda vatn. Stillt efnajafna segir okkur í hvaða hlutföllum efnin hvarfast og myndast. Í rauninni er hún að segja hérna að við séum með 2 sameindir af vetni, 2 H2 sameindir. Töfna það svona. Gulu kúlurnar eru vetni. Og það séu að hvarfast við eina súrefni sameind. Og svo séu að myndast 2 sameindir af vatni. Þannig að allt gengur upp. Það er jafn mikið af hverju atómi fyrir og eftir, en það er það alltaf svoleiðis í efnahvörfu. Það er ekki endilega alltaf þægilegt að telja í sameindum, vegna þess að sameindir eru ofboðslega litlar og léttar. Hins vegar ef við erum með mól, þá erum við með einhver grömm af efni, og því er líka hentugt að hugsa þetta sem að 2 mól af vetni hvarfist 1 mól af súrefni og þá myndist 2 mól af vatni. Þannig að tölurnar fyrir framan, eða einn ef það er engin tala, fyrir framan efnin í efnajöfnu segja okkur mólhlutföllin, sem sagt hversu mörg mól af hverju hvarfast og hversu mörg myndast. Og þá getum við á svipaðan hátt og með kökuna áður sagt ok, en ef að mig langar til þess að búa til hérna 6 mól af vatni. Nú þá þarf ég einhver ákveðin mól af súrefni og einhver ákveðin mól af vetni, eins og áður, alltaf sniðugt að pása og hugsa sjálfur fyrst. 6 mól eru þreföld uppskrift, því að í venjulegri uppskrift komum við með 2 mól, þannig að 6 deilt með 2 segir mér að ég er með þrefalda uppskrift. Í einni uppskrift er 1 súrefni, þannig að í þrefaldri eru 3 mól. Og í einni uppskrift eru 2 vetni, þannig að það eru 6 mól í þrefaldri. Og það er í rauninni alltaf þannig að hérna, ef það er sama tala fyrir framan, hér er 2, hér er 2, þá verða jafn mörg mól. Og ég get farið marga hringi í þessu, ég get sagt ok, en ef ég á hérna, segjum ég í 0,33 mól og 2, svona óslitta tölu, þá er ég náttúrulega bara að gera 0,33 uppskriftir, af því að í einni uppskrift eru 1 mól og 2, það er 0,33 deilt með 1. Þannig að til þess að finna vatnið sem myndast og vetnið sem að þarf til þess að láta það ganga upp, þá þarf ég að tvöfalda þessa tölu, því það er alltaf tvöfalt fleiri mól af vetni heldur en súrefni. En þessi verður þá 0,66 og þessi líka. Ef eins og áður við ættum eitthvað ákveðið magn af bæði vetni og súrefni, þá getum við þurft að reikna út. Segjum að ég eigi hérna 1,5 mól af vetni og 1 mól af súrefni. Og mig langar að vita hvað kemur mikið vatn út úr þessu, ef ég blanda þessu saman. Og þá, eins og þegar við vorum með egg og sykur fyrir, það er ekki víst að bæði klárist og við þurfum að athuga það. 1 mól súrefni, sjáum við að því það er 1 mól í einni uppskrift, er í rauninni bara einföld uppskrift, en 1,5 mól af vetni er ekki alveg heil uppskrift, því það þarf 2. Þannig þetta eru hérna 0,75 sem sagt
Þetta ekki heil uppskrift. Þannig að vetnið mun klárast á undan súrefninu því að súrefnið er heil uppskrift. Þetta vetni hér mun þá stjórna því hvað við getum fengið mikið út af vatni. Við segjum að það sé takmarkandi því það klárast fyrst. Þetta er takmarkandi efni og við getum reiknað út eins og áður sem sagt. Það eru jafn mörg mól vetni og súrefni. Þannig að ég fæ þá 1,5 súrefni og vatn. Það eru ekki jafn mörg mól af vetni og súrefni. Það eru jafn mörg mól vetni og vatn. Súrefnið svo helmingi minna. Þannig að ég fæ 1,5 mól af vatni. Svo ég hérna pínu brentvillu. Það skrifa mól. Og ég get líka reiknað út hversu mikill afgangur verður á súrefninu. Af því að það klárast ekki allt. Ég á meira súrefni en þarf til að klára þetta hérna vetni. En ég get sagt afgangur og 2. Og ég reikna hann út með því að segja ok, ég á 1 mól og ég þarf að draga frá hversu mörg mól hvarfast. Þannig að ok, hversu mörg mól af súrefni hvarfast. Það er helmingurinn af 1,5 ekki, af því að það hvarfast 1 mól súrefni við hver 2 af vetni. Þannig að sem sagt hvarfast 0,75 mól svo afgangurinn er 1 mínus 0,75 eða 0,25 mól. Það sem ég á, að því ég byrjaði með 1 mól, mínus það sem ég reikna út frá vetninu að hvarfast. Það er afgangurinn minn. Í næsta myndbandi skulum við svo líta á hvernig þetta kemur út þegar við erum með massa í staðinn fyrir bara mól. Hvernig reiknum við þá út úr þessu?